Já, sæl og verið velkomin í Fjölni TV. Ég heiti Sævaldur og er leiðsann Ingvar af hérna í Fjölni TV. Við erum með hérna hjá okkur Val og Garðar frá meistaraflokki karla í körfunni og nú voru þið að fara í gegnum hörku seríu á móti Skallagrím. Hvað getið þið sagt mér leik 4 sem var í Borgarnesi? Bara lélegur leikur, mættum soft og bara ekki tilbúinir í barningin sem þetta í úrslitakeppninni. Þú sammála því, Garðar? Já, þeir komu mjög sterkir í þann leik. Þeir voru náttúrulega með bakið við vegg og beitu frá sér og við vorum bara slakir, sérstaklega varnarlega. Og það er eitthvað sem við munum klárlega að laga fyrir næsta leik. Og hvað fannst ykkur svona, akkur haldið þið að verið slakir þeim leik? Haldið þið að verið of sigurvísir eftir að unni dramatíska sigur í leik 3? Nei, ég held nú ekki að það hafi verið máli sko. Bara þeir breyttu varnartaktík og við einhvern veginn fældust frá þeim og ákveðum að sætta okkur bara við skotin fyrir utan og vorum ekki að setja þau niður. Og hvaða taktík breyttu við? Þeir fóru í svæðisvörnum móti okkur sko, sem að ætti rauninni ekki að koma okkur, slá okkur út á laginu sko, en það er líka bara erfitt að spila í fjósinu og þeir voru að setja skotið sín niður og gerði mjög vel sko, menn við vorum ekki að gera það. Já, maður þekki það. Það er erfiður útvöllur að segja. Þau þurfum ekki að hugsa það núna, nú eru það heimavelli. Og hvernig svona, nú erum við að spila 8. 9. leikin á morgun. Hvernig gengur ykkur svona tveimur að undirbúa okkur svona bæði andlega og persónulega? Hvernig undirbúa okkur fyrir leikina? Eftir hvern leik þá horfum við aftur á leikin sem við vorum að spila og reyna að fara yfir hvað ég get gert betur og síðan bara reyna ég að éta vel og holdt. Og bara hugsa hvað ég ætla að gera í leiknum og framkvæma í hausnum áður en ég mæti. En þú? Ég held náttúrulega bara að koma skrokknum í gangu svona í næsta leik og við förum náttúrulega alltaf yfir síðasta leik á æfingum og hvað við ætlum að breyta og hvað við getum gert betur og rennum við það. Nú eru rétt rúminn 24 tímar í leik. Hvað þarf Fjölnir að gera til þess að vinna 8 leikinn á morgun og komast upp í úrvalsdeild? Sko, við þurfum náttúrulega að spila hörkuvörn á morgun. Við höfum ekki verið að spila okkar varnarleik í þessari seríu. Við erum búin að fá okkur 100 stig í þar seinasta leik, 90 stig í seinasta leik og við þurfum að þétta okkur varnarlega, hjálpa á stað. Varstu sammála því? Já, algjörlega, bara mæta tilbúinir í slagsmál. Það er basically it. Tilbúinir í stríð. Svona eitthvað að lokum. Nú er þetta síðasti leikurinn tímabilinu fyrir flest lið. Ég meina, ykkur skilaboð til Fjölnisfólks landið allt. Hvað verður ekki að reyna að peppa fólki til að koma að leikinn? Bara fjölmenn á völlin. Það er búin að vera ágæti stemning hérna hjá okkur. Búin að vera bilu stemningi upp í fjósi og ég vil toppa þá stemningu núna í senasta. Ég sammála því það. Búið að vera mjög mikið stemning og fjósamenn þeirra hafa mætt mjög vel. Ekki bara áskorun á Fjölnismenn að mæta betur og styðja við liðið sitt? Jú, það væri bara mjög gaman að bara fylla húsið. Ég held ég hef aldrei spilað fyrir framan fullt hús hérna. Það væri bara rosa gaman. Ég vil bara hvetja alla Fjölnismenn til að mæta og fjósamenn líka. Bara, það verður hörku fjör. Við bara þökkum ykkur kærlega fyrir strákar. Við erum að fara á vídeofund og gangu bara vel á morgun og bara áfram Fjölnir. Takk fyrir komuna. Takk.